Góðan dag og velkomin í Gunnar Brassar. Jæja, þessi þáttur verður svolítið mikið útsaum, þar sem að það hefur svona átt mína athygli undanfarnar vikur. En eitt hef ég þó verið að gera sem tengist garni, auðvitað er útsaumur líka náttúrulega með garni, en það er sem sagt hekluð peysa. Ég er að gera hérna peysu fyrir Berglindi dóttur mína og þau hafa nú fengið að fylgjast með því í síðustu þáttum, svona hvernig þetta hefur gengið. Ég fór að ég fór að hekla saman hérna dúllurnar og saumaði svo stykkin saman. Þannig ég gerði framstykki og bakstykki og saumaði svo það saman. Þannig að það verður að sauma hérna bara í hliðinni og á öxlunum. Og ég ákvað að klára þetta, klára bolinn og bleita upp í honum og leggja hann til og sjá svona hvernig þetta kæmi út. Af því að náttúrulega þetta heklir í hérna á milli að þegar ég var búin að hekla þá var þetta, hvernig útskýr þetta? Já, svolítið svona krumpað saman. Þannig ég ákvað að leggja þetta til, teygja svolítið úr þessu og sjá hvernig þetta yrði og þetta er alveg bara akkurat í þeirri stærð sem hún vill hafa þetta. Og ég ákvað að setja ekki ermarnar í strax að ég ætlaði að vita hvort það þyrfti meira heldur en svona 2 dúllur fyrir ermaopið. En mér sýnist þetta vera bara fínt. Og garnið sem ég keypti núna daginn hjá Hexex Dyeworks sem ég nota hérna í að hekla hérna dúllurnar saman með. Mér finnst það koma bara mjög vel út og ramma bara þessa bláu litakleði vel inn. En ég á eftir að gera hérna hálsmálið. Ég hekla hérna, ég ætla að setja einn lit í hálsmálið, en þá er spurning hvort að ég eigi nóg af þessu hérna garni í það. Ég er ekki viss, kannski þarf ég að kaupa meira, kannski þarf ég bara að nota eitthvað annað garn. Ég þarf að sjá hvað Berglind vill gera í þessu. Hún fær svolítið að ráða því. Þó hún hafi alltaf sagt, mamma þú ræður, þú bara gerir þetta eins og þú vilt. En ég vil samt svona að hún sé með í ráðunum að einhverju leyti. Og já, að ég veit eiginlega, ég er ekki með það hérna, en ég á bara svona smá hnykil af þessum lit og ég held að hann dugi ekki hérna í hálsmálið. Þetta er náttúrulega eins og ég sjá svo stórt hálsmál, þannig ég þarf að hekla svolítið svona góðan kant hérna í hálsmálið. Þannig að já, ég á eftir að finna það út. En þessi er alveg að klárast. Og ég er búin að sitja svolítið vel við þetta. En þetta náttúrulega hefst ekkert nema með því að vinna verkin. Ég tók tíman á mér, hvað ég var lengi að hekla utan eina að setja saman. Og mér reiknaðist til að þetta væri svona 10 tíma verk að hekla dúllurnar saman. Og svo fyrir utan allt hitt að hekla hverja einustu dúllu og allt það. Þannig að það eru alveg ófáa klukkustundir sem hafa farið í þetta. En hún er ánægð og ég vona bara að hún noti hana vel. Þannig að þessi er alveg að fara að klárast. Ég fann aðferð við að hekla dúllurnar saman. Ég held ég hafi talað það í seinasta þætti, en hérna, það er ég fann ákveðna aðferð, en svo voru mismunandi leiðir að því að vinna þetta svona. Og þessi sem ég sá fyrst, að þá var þetta bara gert alltaf, farið svona upp og niður, út og suður. En þá hugsaði ég bara, þá þurfti ég að vera bara við borðið og grípa þær sem að væru þá næstar í röðinni. Af því ég væri ekki að fara bara svona hverja röð fyrir sig. En svo sá ég
annað myndband og þá var heklað utanum sem sagt hverja fyrir sig. Það er að segja, þá byrjaði ég hérna á fyrstu í röðinni hérna og tók svo bara næstu og svo næstu og heklaði sem sagt eins og ég ætlaði að hafa framstykkið eins margar dúllur saman eins og ég ætlaði að hafa framstykkið. Svo fór ég bara í næstu línu og alltaf svona, en með því að gera þessa aðferð að þá þurfti ég að klippa alltaf á spottan. Með hinni þá var þetta bara, ég þurfti aldrei að klippa á milli. En mér fannst það til þess vinnandi að ganga, að ég þyrfti að ganga frá þá mörgum spottum, að losna við að ég gæti þá bara setja með þetta hvað sem væri og gert bara, hverja línu fyrir sig. Alltaf byggt, alltaf ofan á ein lína. Og var ekkert svo lengi að ganga frá spottum. Þannig líka ég er eiginlega búin með það. Mér fannst alltaf til þess vinnandi, þá gæti ég bara sett að ég var búin að leggja þetta á borðið, raða hvernig mér fannst dúllurnar passa saman og þá gæti ég bara tekið bara hverja línu fyrir sig, setta í bunka og svo bara tók ég alltaf næstu dúllu. En allavega, þetta er að vera tilbúið. Útsaumur. Ég var eitthvað að kíkja hérna í kassa hjá mér og fann þá þetta hérna. Þetta er handavinnupoki sem ég gerði 1974, 10 ára gömul og sneri hérna snúrur í band fyrir pokan. Ég ætla bara að þvo hann, setja nýjar snúrur og fara að nota hann. Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Ég var eiginlega búin að gleyma honum. Ég man alveg eftir því þegar ég satt heima og var að brótera í þetta. Þetta var sem sagt eitt verkefni mitt í skólanum, 10 ára gömul gerði ég þetta. Ég er með annað verkefni hérna sem Erla tengdamóðir mín. Hún vann þegar hún var 14 ára og hún fór að sauma dúk og kennarinn sagði henni að þetta tæki svona 3 vikur. Ég veit eiginlega ekki hvað hún hélt að 14 ára gamalt barn gæti unnið hörðum höndum, en þetta er dúkurinn og Erla var ekki búin að klára dúkinn. Hún náði ekki að klára hann á þessum vetri. Ég fékk hann hjá henni og hún sagði að þú bara gerir það sem þú vilt. Mér bara vinnan við þetta. Hún var alveg ótrúleg. Mér datt í hug að hvort að ég geti klárað hann. Þetta er svona samstarfsverkefni okkar. Ég fann hörgarn sem að ég keypti á Skals árið og að borga sér nú stundum að eiga ýmislegt hérna. Allavega, mér fannst þessi litur passa svona nokkurn veginn við og þetta er tunguspor hérna í línunar og klippt svo í. Ég fór að prófa að gera tungusporið og þetta var miklu grófara hjá mér. Þannig að mér fannst það bara alls ekki passa saman. Og þá voru góð ráð. Hvað átti ég að gera? Þannig að ég ákvað að sauma það sem var eftir að gera á þessum dúk. Það voru 3 svona horn hérna. Þetta ekki, sjáu þetta. Það voru 3 svona horn, en hún var búin að gera gatamönstrið. Hún var búin alveg með miðjuna og eins og ég segi, ég prófaði að gera tunguspor.
í framhaldi af því sem hún var búin að sauma. Það var ekki að gera sig. Þannig að ég ákvað að gera bara leggsaum og það kemur hérna. Ég held að þetta sé allt í lagi. Þetta er aðeins kannski ljósari liturinn, en ég fann ekki alveg akkurat það sama. Já, nú er ég sem sagt búin með þetta mestu, nema hvað ég á eftir að gera hérna. Þið sjáu hérna eru svona gattamönstur og þá á eftir að gera það á nokkrum götum, svona helmingurinn. Já, hún er búin með helminginn af þessum götum og þá er hitt eftir. Og ég á eftir að skoða hvort að ég geti gert þetta almennilega. Hvort að að þetta er svo fínlegt. Og ég nota nú ekki venjulega gleraugu, en við þessa vinnu þá er ég búin að vera með stækkunargler. Þannig að ég hef setið svona heima og brótirað, bara til að ég sjá þetta almennilega. En hugsið ykkur, 14 ára að gera svona. Myndi einhver 14 ára niður í skóla hjá mér fara að gera svona? Nei, bara alls ekki. Og það eru 65 ár síðan rúmlega, síðan hún saumaði þetta. Já, ég er búin að sitja sem sagt svolítið við bæði þetta og hekluðu peysuna af því að mér langaði að klára. Ekki alltaf að gera smá hér og eitthvað svona, þú veist, vera með fullt af verkefnum, heldur nú er ég komin svolítið í það. Mér langar bara að klára þetta og svo tek ég næsta, klára það og svo tek ég næsta. Af því það eru fullt af hálfkláruðum verkefnum heima sem örugglega marga kannast við að eiga í sínum handraða. En mér finnst þessi alveg ótrúlega fallegur. Og það verður gaman að klára hann, þvo hann og já, og svo náttúrulega eftir að falda dúkinn. Þannig ég finn út úr þessu. Ég ætla ekki að leggja hann til hliðar. Ég ætla að klára hann núna bara á næstu vikum. Nú fer að líða því að ég byrja með námskeið og ég hef verið að huga því að gera sýnishorn og svona eitthvað sem að ég gæti sýnt þeim sem koma til mín á námskeið. Þegar ég er að sauma út, að þá set ég oft svona afgangsspotta hérna í körfuna. Og þetta verður svona bara ein flækja, svona litasprengja hérna í þessu. Og svo þegar ég er að sauma eitthvað, að þá fer ég oft í þessa körfu og dreg úr og nota. Nema hvað, að svo var ég að vinna verkefni þar sem að ég nota alls konar garn. Ég er bæði með prjónagarn, útsaumsgarn, effektgarn, bara svona sitt lítið af hverju. Og spottarnir sem ég gat ekki notað í það, þeir fóru í svona vöndul. Og ég ákvað að gera verk sem væri bara svona eins og sýnishorn af þeim sporum sem ég er að kenna. Og ég tók bara efni og saumaði hérna svona línur í þvers og kröss og ákvað að í hvert hólf yrði eitt saumur, eitt útsaumsspor. Og ég skyldi bara nota garnið sem er í þessum vöndli í. Og þetta var svolítið skemmtilegt. Eins og þið vitið að þá finnst mér ótrúlega gaman að leika mér með liti. Og það var gaman að finna út, sem sagt, ákveða hvað ég ætlaði að sauma hvar, hvaða spor ég ætlaði að nota og hvar og hvernig þráð og allt það. En ég segi það ekki að þegar þetta eru 17 fletir
að þegar ég var komin 10-14, búið með 10-14 fleti, að þá alveg, hvað á ég að gera næst? Hvað á ég að gera næst? En það hafðist og ég er búið með þetta. Þannig að þá er þetta bara ágætis sýnishorn fyrir þær sem að koma til mín á námskeið. Og líka að það er hægt að nota alls konar gagn saman. Það þarf ekki alltaf að vera sama tegund af útsaumsgatni eða þess að útsaumsþræði. Þannig að þetta kláraðist. Í vor voru konur hjá mér á námskeiði sem að voru að spá í Harðangur og Klaustur og spurðu mig hvort ég væri til í að halda þannig námskeið í haust og hvort ég gæti það. Ég bara, já, ég get alveg það. Þannig að ég ákvað að ég ætlaði þá að gera svona sýnishorn í sumar. Var svolítið í vesenni með Java. Ég átti ekki til Java, fann ekki búðum hérna. Enda á því að að redda mér, ég hringdi í Garn í gangi og fékk sent frá þeim. En hérna er sem sagt pröfa sem ég gerði þegar ég var í Kennaraháskólanum. Hvað ætli ég hafi gert þetta? 88 eitthvað slags. Ég útskrifast 89. Þannig þetta er bara fín pröfa með það. Ég fékk sem sagt sendan Java sem er ætlaður í Harðangur og Klaustur og ég fór að sauma og ég fór að sauma án þess að vera með gleraugu. Það gekk ekki. Ég setti upp gleraugun, það gekk svona nokkurn megin, þannig að ég fór í stækkunarglerið. Ég á svona lampa sem að er með stækkunargleri og þá fór þetta að ganga. Þannig að þá er ég búin að gera og þá fór ég að hugsa. Það sem koma til mín á námskeið, það er ekkert víst að þær hafi nógu góða sjón, þannig að ég er ekki með svona fullt af stækkunarlömpum hérna til þess að geta unnið með. Þá fann ég til bara grófari Java og fór að prófa. Þannig að ég ætla að nota það á námskeiðinu. Þannig að þær þurfa bara að læra hver er reglan, í hvaða átt maður er að sauma, hvernig sauma maður þetta og sjá þetta. Af því að maður fer eftir ákveðinni röð, af því þetta tekur ekki eins langan tíma. Þannig að ég hugsaði þá að það væri ágætt að hafa þá, unnið í svona aðeins grófari Java, bara sýnishornið, til þess að ná áttum hvernig Harðangur og Klaustur saumur er saumaður út og síðan er hægt að fara í fíngerðari Java. Þannig að ég er klár fyrir það námskeið. Ég er að fara að byrja með prjónanámskeið núna í ágúst. Ég fékk fyrirspurn það, hvort að ég gæti haldið prjónanámskeið. Það voru nokkra sem að, svona prjónahópur sem að vildu koma til mín og það var ekkert mál. Ég skellti bara upp einu prjónanámskeið og vantaði kannski nokkrar í viðbót. Þannig að ég auglýsti það og það er orðið fullt, þannig að það er gaman að því. Þannig að þetta svona fer allt að rúlla á stað núna. Svo er ég með það er langt síðan ég sýndi ykkur þetta. Þetta er sem sagt sjal sem að amma mín átti. Óbúslega stórt og mikið ullarsjal. Nema hvað að það hafði komist mölur í þetta. Og það voru svona göt hér og þar. Og ég ákvað að sauma út yfir götin þannig að það sæjist. Þannig að ég er bara búin að vera brótera svolítið í þetta og svolítið svona bara með frjálsri aðferð. Svo er þetta alltaf stórt.
Þannig að ég var að spá, hvað á ég að gera við þetta? Mér langar að gera eitthvað þannig ég geti notað þetta. Og ég er að spá í að gera kimono úr þessu. Þannig að næsta mál, ég er búin að gera við öll göt og næsta mál á dagskrá það er að gera kimono, að sauma úr þessu. Já, þannig að maður getur farið að nota þetta. Mér finnst þetta svo fallegt og svo gaman að geta nýtt eitthvað sem að amma hefur átt. Þannig að það bíður eftir því að verða sniðið í kimono. Það verður smá breyting hjá mér í vinnustofumálum. Ég er búin að vera í Laufbrekku í 2 ár en ætla að fara, ég er búin að segja upp leigunni og ég ætla að færa mig aftur heim í kjallarann heima. Strákurinn minn sem að bjó þar með sinni kærustu, þau voru að kaupa íbúð og eru flutt í sína eigin íbúð. Þannig að nú er kjallarinn laus og ég ætla að fara þangað aftur. Ég var alltaf með vinnustofu þar, þangað til krakkarnir urðu það stóra að þau þurftu að fá sitt eigið. En nú er kjallarinn tómur. Þannig að nú ætla ég bara að fara að mála og snurfusa og svoleiðis og flytja það allt mitt dót þangað. Ég er ekki að segja að ég nenni, það er alveg heilmikið sem að fylgja mér, en það verður gaman að koma sér fyrir aftur niðri. Það var líka bara styttra því það er búið á þessum 2 árum að þá hef ég stundum kannski verið niðri í Laufinu og vantað einhverju hlut, það er heima og svo öfugt. Ég hef verið heima, nei, já, þessi bók, hún er niðri í Laufi eða þessi prjónn eða eitthvað. Þannig að nú er allavega styttra að fara á milli. Það var bara að fara á milli hæða. Ég veit ekki alveg, það verður einhvern tímann í september sem ég ætla að flytja. Ég er aðeins byrjuð að taka hluti með heim sem að fara niður í kjallara. En að mestu leyti ætla ég bara að taka þetta allt í einni ferð. Það er alltaf gaman að breyta til. Mér er búin að líða rosalega vel hérna. Þetta er búin að ganga vel og gott að vera hérna. En þegar maður er með rými heima hjá sér og ég vil ekki leigja það út, ég nenni ekki að fá leigjendur í húsgæti minn, að þá er bara náttúrulega sniðugast að taka það sjálfur. Þannig að það eru breytingar í vændum. Og nú er ég svolítið mikið að spá og spökra hvar á ég að hafa þessa og hvar á ég að hafa þessa möblu og hvernig á ég að setja þetta allt saman. Já, þegar ég fór fyrst niður í kjallara fyrir, 10-15 ár síðan, þá flutti ég dótið mitt niður í kjallara, en þá hafði ég ekki eins mikið pláss eins og ég mun hafa núna, af því það var hjónarum í svefnherberginu. Þannig að við höfum þetta sem gistaðarstöðu fyrir gesti sem komu til okkar. En núna er ekkert rúm niður í kjallara. Þannig að svefnherbergið verður bara alveg fyrir mig. Þannig að ég fæ meira pláss og get þá breytt svolítið úr mér. Og ég held að það er eftir að koma svolítið vel út. Og líka það að þegar ég er komin heim með dótið mitt, að þá er svo stutt að bara skreppa niður, vinna kannski í klukkutíma ef ég hef einhverja stund eða eitthvað svoleiðis. En ég þarf alltaf að labba hingað niður í dyr og svo labba heim. Þetta tekur allt tíma og ég kannski nenni því ekki fyrir bara einhverja stuttastund. Og vil ég frekar vera þá lengur hér eða þá bara vera heima og vinna. Þannig að já, þetta er spennandi. Því ég var að ganga frá seinasta þætti, þá fattaði ég það að það væri nú bara styttast í 100. þáttinn minn. Og ég ætla að reyna að fá það að sá 100. verði á þessu ári. Ég á að geta það. Þannig að ef ég er bara duglega að setja þætti, vonandi bara vikulega, að þá ætti það að hafast. Mér finnst það svolítið já. Búin að setja mér svolítið markmið. Þannig ég verði duglegri við þetta. Ég er ekki búin að vera nógu dugleg við að hinga til.
Það hafa alveg liðið kannski 2, 3, 4 vikur á milli þátta. En þannig er þetta bara. En ég ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.